Við höfum áður talað mismunandi efni, hrein efni sem eru frumefni og efnasambönd og svo það sem kallað efnablanda, þar sem hrein efni liggja saman í blöndu en tengjast ekki með efnatengjum. Efnasambönd geta sundrast og ný efnasambönd geta orðið til. Þegar þetta gerist köllum við það efnabreytingar eða efnahvörf. Þegar við setjum salt út í vatn halda efnin áfram að vera til. Saltsameindirnar leysast upp í vatninu, sjást ekki lengur, verða umluktar vatnssameindum og við erum með efnablönduna saltvatn. En stundum gerist það þegar efni koma saman að það gerist meira en að þau mynda efnablöndu. Efnin sundrast og ganga í samband þannig að ný efni og efnatengingar verða til. Þegar eldspýta brennur þá á sér stað efnahvarf þar sem efnin úr viðnum losna í sundur og ganga í samband við súrefni andrúmsloftsins og nýjar efnasameindir verða til. Viður er vissulega efnablanda en hann er samt að mestu leyti úr ákveðnu efnasambandi sem kallast sellulósi. Sellulósi hefur þessa efnaformúlu. Þarna sjáum við kolefni, vetni og súrefni í ákveðnum hlutföllum. Þegar sellulósin gengur í samband við súrefni andrúmsloftsins brotnar hann í sundur og ný efnasambönd verða til. Það verður efnahvarf. Það dugar samt ekki til að sveifla viðnum andrúmsloftið til þess að þetta efnahvarf fari af stað. Við þurfum að koma því í gang með því að setja inn í það nægilega orku, en þegar það hefur verið gert, þá heldur efnahvarfið áfram á meðan eitthvað er eftir af sellulósunum og aðstæður breytast ekki. Efnaformúlan fyrir bruna sellulósa er svona. Hér má sjá að tengingarnar milli frumefna í sellulósunum, sem er fast efni, rofna. Við bætist súrefni úr andrúmsloftinu og ný efnasambönd verða til sem eru koltvísýringur og vatn. Við þetta efnahvarf losnar mikil orka sem við finnum vel fyrir í formi hita. Við köllum efnahvörf sem losa orku á þennan hátt útvermin efnahvörf. Efni sem losa mikla orku við það að ganga í efnasamband við súrefni köllum við oft eldsneyti og við notum þau í mjög fjölbreyttum tilgangi, til dæmis til þess að knýja áfram faratæki og hita mat. En útvermin efnahvörf sem losa orku í smærri skömmtum eiga sér líka stað í líkama okkar. Þar sem frumeindir og fæða okkar hvarfast í súrefnið sem við öndum að okkur og það gefur okkur orku til að hreyfa okkur, vaxa og dafna, án þess að það kvikni í okkur. Innvermin efnahvörf eiga sér aðeins stað ef utanaðkomandi orka er nýtt til að viðhalda þeim. Það þarf til dæmis utanaðkomandi orku til að sundra vatnssameind í frumefni sín. Og nú veistu að við efnahvörf verða breytingar á efnasamböndum þar sem tengingar milli frumefna rofna og nýjar efnasameindir verða til og að við sum þessara efnahvarfa losnar orka sem er okkur mikilvæg.